Hvað veldur því að þú ferð út í kvikmyndagerð? Já, það sko, ástæðan fyrir því er sú að ég fékk alveg ólæknandi kvikmyndadellu í æsku. Að ég var mikill bókaormur og sem sagt, hugsanlega hafa þessar aðstæður að alast upp í fátækt svona við aðstæður sem voru kannski erfiðari heldur en gengur og gerist, að þetta varð þess valdandi að ég sótti ákaflega mikið í einhvern hliðstæðan veruleika. Að raunveruleikinn var ekkert æðisgenginn alltaf. Svo að ég sótti í bækur og sögur í bókum og þegar að systir mín elskuleg, sem 10 árum eldri en ég og var mér mjög dýrmæt að svo miklu leyti sem að við vorum saman og ég naut hennar nærveru í æskunni. Hún fór með mig í bíó í fyrsta sinn og þar varð ég bara fyrir upplifun sem að ég varð sólginn í, ég varð sjúkur í þessa töfra sem að finna í kvikmyndahúsi eða við góða sýningu á kvikmynd og náttúrulega sem barn og unglingur að þá gæti ég ekki ímyndað mér annað heldur en að maður gengur inn í kvikmyndasal og þennan töfra heim sem að kvikmyndin opnar, þennan nýja glugga að veruleika eða óraunveruleika, að það að búa til kvikmyndir væri ennþá skemmtilegra heldur en að horfa á þær, svo að mig dreymdi að verða einhvers konar kvikmyndagerðarmaður þegar ég yrði sjálfum mér ráðandi og kemist í tölu fullorðina. En það var náttúrulega draumur sem var dálítið fjarlægur vegna þess að hér á landi á þessum tíma var ekki neina kvikmyndagerð að ræða. Það var engin kvikmyndagerð til hérna, það voru einstöku framúrstefnumenn, sérvitringar, hugsjónamenn sem að gerðu einhverjar kvikmyndir án þess að það væri samfellda starfsemi að ræða eða án þess að þetta væri atvinnugrein sem væri raunhæft að ímynda sér að maður gæti stundar þó maður gæti kannski gripið í að búa til eitthvað á og til. En einhvern veginn eftir stúdentspróf þá sótti ég að komast í kvikmyndaskóla í frægan kvikmyndaskóla í Łódź í Póllandi og þegar ég var að tía mig til að fara í þann skóla að þá fékk ég skyndilega bréf að þar sem ég kæmi nú frá Vesturlöndum þar sem að menn væru peningana í mjóalegg að þá þyrfti ég að borga skólagjöld sem voru, ég man ekki hvað mörg $1000 og ég átti enga dollara, hvorki þúsundatali né öðru vísi svo að það var, ég sá mína sæng uppreidda með það að það yrði ekkert af þessu kvikmyndanámi í bili svo að ég fór bara að vinna. Já, og gaf kvikmyndadraumana upp á bátinn í bili og ég fór að kenna síðan í blaðamennsku og svo fór ég aftur í kennslu eftir að við Sólveig, konan mín, vorum tekin saman og þá atvikaðist það bara að inni á kennarastofu að þá sá ég gamlan mokka standa upp úr ruslafötunni og ég opnaði þetta blað af tilviljun, bara svona rælni og það fyrsta sem ég sá var auglýsing frá kvikmyndaskóla sem ég vissi ekki einu sinni að væri til í Svíþjóð, heitir
Dramatíska Institutet og þar var auglýst eftir nemendum. Svo að ég varð eitthvað svona uppnuminn af þessu að ég yrði að komast inn í þennan skóla eða sækja skólavist, hvað ég og gerði og ég spurði nú Íslendinga sem voru við námi í Stokkhólmi hvort þeir þekktu þennan skóla og jú, þekktu hann allir og hvort ég ætti að sækja hann og fékk það svar að ég skildi ekki láta mig detta það í hug vegna þess að það sækti þarna mörg hundruð manns og kæmist inn 3 í hverja grein svo að maður sem ekki kunni sænsku ætti tiltölulega litla möguleika nema að ég gerði það sama og í því efni eins og yfirleitt ég fengi góð ráð að ég hafði þau að engu og fór mína leið og sótti þarna skólavist og sennilega hef ég komist inn vegna þess að ég talaði svo vonda sænsku þeir hafa ekkert vitað hvað ég var að segja en sem sagt að ég var boðaður í svona inntökupróf þarna og einhvern veginn gerðist kraftaverkið að ég var tekinn inn og það var bara það var dásamlegt að fá að ganga inn í þessa veröld og læra eitthvað þessa makalausu listgrein, iðngrein eða þetta ævintýri eða hvað þetta já, svo ég svíum endalaust þakklátur allt til æviloka fyrir að hafa leyft mér að afhenda mér lyklana að þessari veröld. Og hvað það fyrsta sem þú gerir þegar þú kemur heim úr náminu? Þá fór ég að vinna í sjónvarpinu. Ég fékk vinnu sem dagskrárgerðarmaður og þá fór ég bara að gera dagskrá. Þú veist, fólk að tala saman. Svo fékk ég mjög skemmtilegt verkefni og það var að sjá barnatímann, til dæmis með þeirri fjölhæfu sómakonu Bryndísi Schram sem var mjög skemmtilegt að ég það var svo sem ekkert efni til og sumt spann hún af fingrum fram annað skrifaði ég og einhvern veginn tókst að gera prógram úr þessu svo að þetta var óhemju góður skóli. Og svo í sjónvarpinu þá fékk ég líka verkefni sem sagt að þá hafði verið í undirbúningi svona nokkuð stór mynd á íslenskan mælikvarða Snorra Sturluson og það verkefni var í einhverju stoppi og en allavega þá endaði á því að það valt af stað aftur og ég gerði svona leikna heimildamynd í 2 þáttum hluta af ævi Snorra og það var náttúrulega stórkostlegt tækifæri og skemmtilegur skóli, kannski ekki að leyti skemmtilegur því að maður lærði komst mjög fljótlega því að jafnvel þótt að hlutir væru dýrir á íslenskan mælikvarða að þá þurfti maður að teygja peningaseðlana alveg óskaplega mikið til að láta þá duga til að klára verkefnið. En fyrst og fremst þá var þetta bara, þetta var mjög skapandi fólk, margt sem vann á sjónvarpinu á þessum tíma. Félagar mínir sem dagskrárgerðarmenn voru dásamlegur maður sem hét Tage Amendrup sem ég held að hafi verið afkastamesti sjónvarpsmaður allra tíma og undramaður og fyrir utan að vera mikill indælismaður, alltaf brósandi og í góðu skapi. Og svo voru þarna Egill Edvardsson sem
já, eða kannski svona er svona dagskrárgerðar maður Íslands, ef svo má segja, fyrir utan að hafa leikstýrt kvikmyndum. Andrés Indriðason sem gerði eina fyrstu kvikmyndina. Þetta voru félagar mínir á sjónvarpinu, eða starfsbræður, og það var stórkostlegt að fá að vinna með þessum náungum og læra af þeim og stela frá þeim trixunum. Og við höldum áfram að ræða við Þráinn Bertelsson í næstu viku og þá tökum við meðal annars fyrir lífmyndirnar vinsælu. En þá er þetta búið hjá okkur í kvöld. Að lokum minni ég á fésbókarsíðun okkar facebook.com/hvítatjaldið og netfangið okkar hvítatjaldið.inn@gmail.com. En þá er þetta búið hjá okkur í kvöld. Hafið það gott helgina, verið sæl.